Ég vil nú bara byrja á því að hrósa þér fyrir þessa snildar hönnun. Varstu lengi að hugsa þetta? Já, ég þurfti að taka svo mikið á við hann Eirík að það bara, þú veist, við vorum í glímu hérna hvernig þetta hafa þetta bara í talsvert langan tíma. Þannig að hann á nú alveg sko líka hönnunni sjálfur. En ég kom í veg fyrir að það yrði skítaveður hérna í garðinu hjá honum. Skítaveður? Já, ef maður gerir þetta vitlaust þá komast út kvirlar ofan af þaki sem komast ekki burt og svona og þú veist, eins og hérna skúrinn, gufubæðið hans, það aðal skjólgjafinn í garðinum. Já, það mjög gott. Já, það fyrir norðanáttinni þá? Já, norðan og norðaustan og svo hafgólunni sem kemur hérna inn. Já, Eiríkur, varst þú alveg með ákveðna hugmyndir hvernig þú vildir hafa þetta? Já, ég svona vissi hvað ég átti að vera og hérna, það átti að vera svona sitt lítið af öllu bara og hérna, það náttúrulega sánan og hérna, svo pottarnir og svo hérna útihúsið og eldhúsið og eldstæðis hérna, hringurinn hérna og svona flísar og pallur og við erum búin að, já, heldur við náðu þessu bara nokkuð vel, sko. Allt timbrið thermót. Já. Þannig að við sjáum núna hvernig þetta mun líta út kannski hjá Pétri eftir einhver ár. Já, þetta thermót og það búið að veðrast núna í heilt ár og ég búinn að bera á pallinn, bara glært á hann, en aðrir, skjólveggir, húsklæningar, það bara í gránun og mér finnst það bara að koma geggja út. Þegar fólk fer í svona hönnun, Björn, er það yfirleitt með ákveðna hugmyndir eða þarf landslagsarkitektin að hanna þetta frá A til Ö? Nei, ég fæ alltaf lista. Það bara, þú veist, þetta þú veist, ég fá heitan pott, ég fá heitan, kaldan, sánu, útieldhús, trampólín, plássfyrir, þú veist, og þú veist, ekkert gras, helst eitthvað plöntur, þannig að alltaf glíma ég á mér að koma plöntunum aftur inn. En það alltaf, þú veist, það alltaf ítalegu listi sem kemur, annarkvort munnlega eða skriflega frá mínum viðskiptavinum. Hann fekk nokkra plöntur inn, hann var búinn að teikna talsvert fleiri en hérna, við erum með þetta fína beð hérna og við erum með hérna, nokkuð tré og hérna, það eru einhverja plöntur í garðinu og svo ætlum ég að bæta við kannski nokkrum kerum. Nú þannig að þú fórst af stað, vildir engar en nú ætlar að fara að bæta við. Já, þú það þessi hrifin af plöntum. Eru grænu fingurnir að koma út úr skúrnum? Já. Ef þú velur plönturnar rétt, þá þarft ekki græna fingur. Þá bara sjá þær um sig sjálfar. Já. Þetta eru svoleiðisplöntur? Þetta eru svoleiðisplöntur. Runnagróður sem sér þessu sjálfar. Svo ég bara með jarðvegstúk og möl, þannig að það þarf ekkert að hreinsa inn beð og ekkert vesen. Þessi garður breytist í eitthvað annað á kvöldin. Þetta bara Las Vegas núna. Þetta bara alveg geggjað, ljósasjó.